var það 5. kafli, samskipti foreldra og barna, og hér er fjallað nokkur aðalatriði sem skipta máli þegar talað er við börn. Í fyrsta lagi, hvað eru samskipti? Þó að hér sé sérstaklega verið að tala samskipti foreldra og barna, þá má yfirfæra umræðuna á öll samskipti, alveg sama hvort það eru fullorðnir eða börn. Og samskipti eru boð sem við sendum hvort öðru með orðum eða með líkamstjáningum, með hreyfingum, svipbrigðum og fleira. Öll kunnum við eitthvað í samskiptum en við verðum svo sem aldrei fullnuma, við erum aldrei búin að læra, við getum alltaf bætt okkur. Hvað er það sem skiptir þá mestu máli í samskiptum? Og það er í fyrsta lagi virðing, að virða einstaklingin eins og hann er. Skilningur að geta sett sig í spor annarra, einlægni að senda skýr og ótvíræð heiðarleg boð. Skýr skilaboð. Mótandi uppeldisáhrif. Samskipti foreldra og barna hafa sérstaklega mótandi uppeldisáhrif. Þar fara uppeldi á börnum fer fyrst og fremst fram í fjölskyldum meðal foreldra og barna. Samskiptin geta verið margvísleg, bæði andleg næring og niðurbrjótandi. Og börn þroskast í samfélagi við aðra. Þau þroskast ekki bara ein og sér, bara eins og lítill arfi. Þau verða að vera í samfélagi við aðra. Foreldrar og systkini eru fyrirmyndirnar í þessum samskiptum og börn tileinka sér ákveðið samskiptamynstur innan fjölskyldna. Fyrirmyndirnar sem þau hafa er fólk sem elst, það er fólki á heimilinu. Og fólk sem elst upp á heimili þar sem er alltaf verið að skammast, að þeim hættir, þegar þau verða eignast sín börn, þá hættir þeim til að vera ofta gagnrýna sín eigin börn, vegna þess að það er það sem þau hafa lært. Sú tækni, ef maður má kalla það, sem við notum í samskiptum, er lærð áunnin hegðun og oft ómeðvituð. Og ef þörf er á, þá getum við tileinka okkar nýju hegðun og þannig gert samskipti okkar ánægilegri og árangursríkari. En grundvallaratriðið er að vera meðvitaður eigin samskiptahætti og velja það að vera uppbyggjandi. Í allra fyrstu samskiptunum þá nota börn happa og glappa aðferðina. Stundum kalla það. Af því það sem virkar að það er notað aftur og aftur. Þau prófa þetta, það virkar, þá nota ég það. Og eins og áður sagði, foreldrar og systkini eru fyrirmyndir í samskiptum og lífsviðhorfum. Og börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Og hver og einn er með sitt sérkenni og túlkar reynslu og upplifun á sinn eigin hátt og taka samskiptamönstri að heiman með sér út í lífið. Það sem ég er alltaf að segja aftur og aftur, við erum einstaklingar og það er einstaklingsmunur, við getum ekki sett eitt yfir alla. En svo er þetta mikilvæga, ef orð og æði fylgist ekki að, þá skiptir hegðunin miklu meira máli heldur en það sem við segjum. Þetta eru þessi boðskipti án orða og þau segja oft mjög mikið. Ef það er ósamræmi milli orða og gjörða, þá veldur það óöryggi. Ef maður segir barni hlæjandi að eitthvað sé bannað, þá gefur það ekki skýr skilaboð. Það verður að passa orðalag, raddblæ og líkamstjáningu. Og passa það er alltaf það sama í hvað samskiptum maður á. Skýr, einföld, ótvíræð skilaboð. Það er mjög gott að venja sig á að nota ég-boðin. Þetta er þessi ég-boð og þú-boð. Ég-boðin virka þá þannig að maður segir ég verð rosa hrædd þegar þú gerir þetta, í staðinn fyrir þú gerir mig hrædda. Ég-boð eru gagnleg til að breyta hegðun og þau skaða síður samband barns og uppalanda vegna þess að þau stuðla að ábyrgð og þau krefjast hugrekkis. Þú-boðin hins vegar, það er þetta að þú lætur svo illa, hættu þessu og þau æsa oft upp mótþróa og þau eru dæmandi og þau kenna börnum síður að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Ég-boð, þú-boð. Ég-boðin eru þannig gagnlegri til að fá barn til að breyta hegðun því þau eru uppbyggjandi. Þau hefða til ábyrgðarkenndar barnsins, dæmi. Ég þarf að finna leið til að leysa ákveðið vandamál og þarf á þinni aðstoð að halda. Í þú-boðunum felst oft ásökun og það æsir börnin upp til mótþróa, deilna eða valdabaráttu. Börnum finnst oft að eitthvað sé að þeim, þau séu ómöguleg. Dæmi, hættu þessu suði, þú virðist aldrei geta hamið þig þegar við förum út í búð. Og svo er það Hugo Þórisson sálfræðingur, hann talar í bókinni sinni Hollra Hugos að það væri annars vegar til komdu foreldrar, sem myndi það segja komdu að bursta tennurnar og farðu foreldrar, farðu nú að bursta tennurnar. Og okkur hættir mjög oft til að nota þetta farðu fyrir fram að setningar þegar við gefum börnum skipanir. En vissulega, það hljómar skipunin allt öðruvísi ef ég segi komdu að bursta tennurnar,
frekar en farðu að bursta tennurnar. Viðmót uppalanda. Barnið verður að finna, númer 1, 2 og 3, að uppalandinn standi með barninu á þess að dæma það. Það þarf að finna hlýju og traust og það þarf að finna að því sé treyst til að finna lausn. Prédikun og ásökun geta boðið upp á vantraust í samskiptum og þau geta dregið úr ábyrgðarkennd og sjálfstrausti og sérstaklega hjá börnum, en þetta á líka við getum líka yfirfært þetta yfir á fullorðið fólk. Leiðandi spurningar eða stýrandi, það loka samtalinu mjög fljótt. Var gaman í skólanum? Já. Var ekki gaman í ferðalaginu? Nei. Fannst þér ekki maturinn góður í hádeginu? Yfirheyrslu samtöl einkennast oft af virðingarleysi og hugsunarleysi. Hvert fórstu? Í bíó. Með hverju? Möggu. Hvenær varstu búin? Klukkan 10. Á hvaða mynd fórstu? Þetta bara spurning, svar, í staðinn fyrir að þetta séu samskipti. Þá að nota opnar spurningar þegar tök á. Því börn njóta þess að foreldrar þeirra hafi áhuga á því sem þau að gera, hvort sem það tengt skóla, frístundum eða lífinu almennt. Og við spurjum út í hvað þau hafa verið að gera. Og barnið velur hvað rætt. Segðu mér frá skóladeginu þínu, hvernig leiðir í skólanum í dag og svo framvegis. Gaman væri að heyra hvernig gekk á æfingunni. Hvernig á góður vinur að vera. Hverju viltu bjóða í heimsókn? Og nota já og nei spurningar þegar við viljum fá ákveðnar upplýsingar, viljum vita af eða á eitthvað. Stundum það nauðsynlegar vegna þessar veita ákveðnar upplýsingar. Ertu með sundóti í töskunni? Já, nei. Þetta býður ekki upp á neitt meira, ég bara fá upplýsingar. Síðan það hlustunin. Þegar barn upplifir að á það sé hlustað finnur þau umhyggju og traust. Og þegar börn finna að foreldrar hafa skilið hvernig þeim líður, þá breyta þau frekar hegðun. Virka hlustunin þýðir að við ætlum að gefa barninu alla athygli. Það þýðir að þú setur því spor viðmælanda þíns og svarar þannig að hann finni að þú sért að hlusta. Það hvetur til þess að tala tilfinningar, spegla og endurorða þannig að viðkomandi átti sig betur á vanda sínum og að hlusta af einlægni. Og þetta árangursrík aðferð í samskipti við alla. Og þegar maður að tala að spegla þá til dæmis segir viðkomandi eitthvað, mér leiður rosalega illa í dag í þessu eða hinu og þá segir maður á móti, já, leiðir mjög illa í dag og hann heldur áfram í flestum tilfellum. Virk og góð hlustun, þá sýnum við fulla athygli og nærveru. Við höngum ekki til dæmis í símanum meðan viðkomandi að tala við okkur. Og við spyrjum ef við missum þráðinn. Leggjum frá okkur fyrirfram mótaðar hugmyndir hvað viðkomandi ætlar að segja, reynum að skilja og dæmum ekki. Og við erum að verðbyggja gagnvart misskilningi því fólk notar orð í ólíkri merkingu og misskilningur getur orðið sérstaklega þegar fólk mikið í samskiptum online eða á netinu og það þarf að passa það sérstaklega vel vegna þess að þá erum við ekki að horfa á fólkið í leiðinni. Og við gefum viðkomandi til kynna, við höfum heyrt og skilið það sem sagt var með því að gefa stutta innihaldslýsingu og biðja staðfestingu. Er það ekki þetta sem þú meinar? Bla bla bla. Slæm hlustun hljómar svona. Við heyrum helminginn af því sem sagt er. Við skiljum helminginn af því sem við heyrum. Og við munum helminginn af því sem við skiljum. Dæmum á viðeigandi hátt helminginn af því sem við munum. Og bregðumst á viðeigandi hátt við helminginn af því. Þannig sjáum það bara þessi litli bútur hérna sem eftir, sem við bregðumst á viðeigandi við af öllu því sem var sagt.